náttúrunni til þín. Gott CBD einfaldlega betra. Velkomin í þvottahúsið, þið tvö. Takk fyrir. Takk. Þarna ætla að kynna ykkur til leiks. Það sem sagt Kristín Davíðsdóttir og Svavar Georgsson. Og ég skrifa hérna hjá mér. Kristín, sem sagt hjúkrunarfræðingur og teymistjóri skaðaminnkunar hjá Rauða krossinum. Já. Og Svavar, fyrrum skjólstæðingur Frú Ragnheiðar. Og ég var búinn að segja fíkill í bata. En svo var svo einmitt. Ég tók viðtal daginn við hérna Bjartmar, hjólakvíslara, og við töluðum fíkilinn sko. Og ég fekk eitthvað svona smá skam í hattinn fyrir að segja fíkill. Það má víst ekki lengur. Þetta var ógeðslega erfið málaflokkur varðandi orðanotkun sko. Já. Það er líka skjólstæðingur fellur ekki í kramið hjá öllum sko. Þjónustuþegi, vímuefnanotandi, ekki neytandi notandi. Þetta er svona Okay. sem vandlifað sko. Hvað myndum við segja? Svavar Georgsson, þú ert í bata við... Bara óvirkur fíkill í bata, er það ekki bara fínt orð? Ég veit ekki, Þetta ég spyr. Það er ekki mitt að skilgreina þig sko. Nei, mér er alveg sama, ég heiti bara Svavar og ég er alkoholisti og bara ógeðslega stoltur af því. Já, geggjað. Velkomin. Já, takk. En við erum hérna núna, altså þemið þessa þáttar er að fara inn í þetta skaðaminnkunar fyrirbæri og kynna það fyrir fólki. Og þú semst kemur hérna í forsvari fyrir Frú Ragnheiði frá Rauða krossinum og svo er það Svavar sem er sem sagt á hinni línunni og komin úr myrkrinu yfir í ljósið, eins og maður segja. Og við ætlum að byrja á þér, Kristín. Við ætlum að fara svona aðeins í rauninni bara að þú getur útskýrt fyrir okkur þetta bara hver þú ert og hver þinn inngangur er inn í þetta úrræði og hvað er og hver er Frú Ragnheiður? Já, ég er hjúkrunarfræðingur og hef verið starfandi sem slíkur síðan 2005. Ég vann í nokkur ára á bráðamóttökunni. Síðan flutti ég til Svíþjóðar og fór í framhaldsnám og bjóð þar í nokkur ár. Þegar ég flutti heim 2015 fór ég að vinna á smitsjúkdómadeildinni og það er alltaf ákveðin hluti sjúklingar eða þeirra sem liggja þar eru einstaklingar sem nota vímuefni í æð. Þannig að þá fór ég kannski svolítið að sinna þeim hópi sérstaklega þar inni. Og í framhaldinu þá kom ég í samráði við hjúkrunarfræðinguna á göngudeild smitsjúkdómalæknana. Þá settum við upp svona óformlega lágþröskulda þjónustu fyrir þennan hóp. Sem þýðir? Sem felst eiginlega bara í því að þá geta þeir einstaklingar sem starfa á vettvangi eins og til dæmis vettvangs- og ráðgjafateymið eða vorteymið og starfsmenn Frú Ragnheiðar og hjúkrunarfræðingarnir þar vísað fólki bara beint inn á göngudeild og fylgt þeim í staðin fyrir að þau þurfa að vera að fara á bráðamóttökuna og standa í öllu því sem að því fylgir. Og síðan var hugmyndin svo að einstaklingar getur síðan þá lagst beint inn ef þeir þyrftu í staðin fyrir að vera kannski þess að 30-40 tímanar á bráðamóttöku. En hvað eru, þú segir smitsjúkdómadeild, hvað eru þessir einstaklingar að glíma við? Það er nei. Já. Það eru aðalega sýkingar, það eru þessar grunnusýkingar en fyrst og fremst eru það kannski sýkingi hjartalögum. Já. Og síðan eru þau líka að fá það sem kallast epidural abscessar eða það eru sýking við mænuna. Já. Og þetta er náttúrulega allt lífshættulegi sjúkdómar þannig að þau þurfa að liggja inni lengi og það er bara svolítið öðruvísi að sinna einstaklingi sem er í virkri vímuefnanotkun. Þú ert með hann inniliggjandi í neyslu eða notkun og hann verður að fá sín efni annars fer hann í fráhvörf. Hann verður að fá sín efni en hann þarf líka að fá sína meðferð og hann þarf að fá sína verkjastillingu. Því þetta eru til að mynda þegar einstaklingar að fá þessu abscessa sko eins og hrygginn, þetta eru gríðarlegi verkir sem fylgja þessu og það er náttúrulega tvöfölda áskorun að sinna einstaklingi sko sinna sjúkdómans og síðan þegar hann er verkjaður en notar kannski mikið af morfínlyfjum í grunninn. En hann er að fá, þú segir abscessa, það er þú að tala um fráhvörf? Nei, abscess sem er sýking eða svona sýkingapollur. Já, af hverju gerist þið? Og hver er munurinn á þessari sýkingu og þú kallar svona yfirborðssýkingu? Sko þetta getur verið náttúrulega sýking af völdum fleiri en einni tegundar, eða sko það eru fleiri en ein tegundar bakteríum sem valda þessu, eða geta valdið, en oft er þetta bara út af húðrofinu sem verður þegar einstaklingur er að stinga sig. Síendurtekning. Já, það getur verið þá bara að einstaklingur smitist af eigin flóru
en síðan getur það líka verið ef fólk er ekki að nota hreinan búnað. Já. Það getur verið, ég meina stundum er fólk kannski að nota hreina nálar og sprautur en er alltaf að blanda í sama íláti, þú veist, þannig að það er svona, og það er kannski þarna sem að skaðaminkunin kemur svolítið sterkinn og vegur þungt. Já. Það er til að fyrirbyggja þessa sjúkdóma og svo eins náttúrulega hérna HVF og lifrarbólgusýki. Já. Þetta er alveg heavy stuff. Já. Þetta er ekkert eitthvað partí á B5 stöf. Samlokupartí á B5. En hvernig ferðu svo, okkur endar þú þá þarna inn hjá Rauða krossinn? Eiginlega, sko, við höfðum verið í svona einhverju samstarfi og verið að reynt svona að tala saman og bara til að þið viti bæta þjónustuna. Síðan bara kemur COVID og þá var minni starfseiningu breytt í farsóttareiningu. Og ég er svona kannski svolítið kvadvís típa og ég var bara ógeðslega leið á því. Mér fannst það ógeðslega leið til lokin. Þannig að síðan á sama tíma þá ákveður Elisabeth sem er forveri minn í starfi að hérna flytja til útlanda og fara í framhaldsnám. Þannig kom ég inn í þetta. En frú Ragnheiður, hvenær fer hún af stað? Sko upphaflega fer frú Ragnheiður verkefni af stað 2009. En það er náttúrulega heiminn og haf frá því sem var þá og það er bara hérna hefur mikið breyst og þróast. En það er samt þannig að frá upphafið þá hefur orðið sko aukning árlega í raun og veru bæði í heimsóknarfjölda og eins í fjölda einstaklingar sem að nota þjónustuna. Þó það sé vissulega að þið vitið fólk tekur tímabil og hérna kemur mikið ákveðin tíma og hættir svo að koma og Ef við byrjaði að útskýra hvað frú Ragnheiður og svo kannski var ég til í að fá að heyra svona hvernig þróunin er búin að vera frá, þá þessi síðustu 13 ár sem hún hefur verið starfrætt, er það ekki frá 2009? Jú, 13 ár. Sko, frú Ragnheiður er upphaflega hugsuð sem bara nálaskipta þjónusta í raun og veru. Sem er bara veltækt fyrir bæri frá öðrum löndum og er kannski apparat sem fór svolítið að riðja sér rúms og sko hlaut hljómgrunn í raun og veru þegar sjúkdómar og bófröð við HVF komu hérna upp á yfirborðið. Því þá, þú veist, var hægt að sýna fram á skiljiði svart og hvítu ávinningin. Síðan kemur þetta hingað, þessi þjónusta og er þá stofnuð þarna 2009, er þá í gömlum sjúkrabíl og sem hefur það megin markmið að hérna bara afhenda einstaklingum hreinan búnað annars vegar og hins vegar að hérna taka á móti notuðum búnaði og farga. Og við erum sérst að tala sprautur og nálar. Sprautur, nálar, og svona kúkera eða bara og öll áhaldurinn veru sem að tengjast. Er það að sjá viðkomandi þá fyrir nýjum búnaði, bara alveg komplett? Nýjum búnaði, við erum með alls konar og við reynum að svolítið svona halda okkur, hvað maður segja, up to date. Því það er náttúrulega koma nýjungar og það eru fyrirtæki sem sérhæfa sig í framleiðslu. En í grunninn þá erum við með náttúrulega hérna sprautur og nálar og spritt, púða og kúkara og svo nálabóksin sem er ekki síður mikilvægt. Því það er svona hugmyndafræðin líka hvetja kannski fólk til ábyrgari notkunar að farga á svona örganhátt og skila henn. En þið eru að veita eitthvað meiri þjónustu en bara það? Í dag er það þannig við erum náttúrulega, við erum með þessa hérna nálaskipta þjónustu, síðan bjóðum við upp á næringu og vítamín sem er þá altså næringu einmitt, sem er þá í formi, þetta eru bara samlokur, orkustangir, bananar, drykkir, hreint vatn. Við erum með hérna hlýföt, hlýjan fatnað og sem er náttúrulega sérstaklega mikilvægt í vetrartíman. Og síðan erum við með tjöld og svefnpoka og tjaldínur og það er hérna meiri náttúrulega hérna ásókn í það svona á sumrin þegar fólk hérna vill frekar sofa úti bara til að geta verið í friði. En það er, við komum þá kannski inn í það á eftir þegar við fyrir inn í þína sögu með hennar þessa tjaldlegu, þannig við erum að bara tala manneskjur í Reykjavík sem að eru heimilislaus og þau bara búa í tjaldi. Og það getur verið á stöðum eins og Jöskuhlíð eða í eitthvað staðar sem það fær að vera í friði.
og þá yfir sumatíman en eitthvað yfir veturinn þá líka? Já, það alltaf, sko, að því að valið stendur náttúrulega ef fólk í þessari stjó, kannski getur svara því betur en ég, en þá það yfirleitt annarkvort að vera í gistiskýli sem yfirleitt tróðfull og þið vitið allt, með öllu því áreiti sem því felgir versus það geta kannski verið í friður og eitthvað staðar í þínu tjaldi. Já. Og annað sem maður tekur eftir að spila inn í þetta líka það að gistiskýlin eru kynjaskipt. Já. Þannig að pör geta ekki verið saman. Nei, þannig að þú ert með par þá í neyslu saman. Já, og þá kemur líka oft upp þannig að þau vilja frekar verið í tjaldi sem að maður svo sem skilur alveg. En hvernig þetta, þú talar að þetta búið að breytast frá því að úrræði fór í gang 2009 og til dagsins í dag. Hver munurinn? Sko, já. Og þá kannski komum við að þessu þessi spurning er úrræðið í stöðugri þróun eða það einhvern veginn bara fastmótað á einhverjum tímapunkti? Nei, það í stöðugri þróun og það sem ég náttúrulega tók ekki fram áðan að síðan til viðbótar við allt þetta að þá erum við að veita lágmarks heilbrigðisþjónustu í bílnum. Okay. Og vaktirnar eru þannig uppbyggðar að það bílstjóri og síðan sjálfboðlið aftur í bíl og svo heilbrigðisvakt sem þá yfirleitt hjúkrunarfræðingur eða læknanemi. Og síðan erum við alltaf með lækni á bakvakt. Já. Öllum vöktum og allt þetta fólk þarna bara í sjálfboðavinnu. Síðan árið 2019 þá gerist það að landlæknisembættið samþykkir Frú Ragnheiði sem heilbrigðisþjónustu, þannig við erum vottuð eða þannig, við heyrum undir landlækni sem var svona ákveðin viðurkenning líka. Færist þetta þá úr sjálfboðaliða vinnu yfir í launastarf? Nei, það ekki þannig og það bara, hvað maður segja, það náttúrulega hjúkrunarfræðingur sem starfar, sem þá ég núna, sem náttúrulega ber faglega ábyrgð á þjónustunni og sér svolítið uppleggið, hvaða þjónustu verið að veita og hvernig. Já, og svo sjálfboðaliði og svo bílstjóri sem sjálfboðaliði þá líka. Já, og læknar og bakvakt. Einmitt. Þannig að það var komið á fót þessari sýklalyfja meðferð eða þannig einstaklingar geta þá fengið upp á sýklalyf frá lækninum á bakvakt í þeim tilveikum sem það þarf, en þetta þetta er náttúrulega algjör grunnheilbrigðisþjónusta en þetta líka kannski mikilvægt að því leytinu til að það getum við virka sem tilvísunaraðili ef fólk þarf frekari aðstoð. En hvernig þetta búið að þróast hjá okkur? Hvernig hefur hópurinn breyst? Hefur hann stækkað? Hefur neyslan, hefur hún breyst? Erum við að tala mismunandi típur af efnum eða aðferðum að koma inn í líkamann? Þeir einstaklingar sem leita til okkar eru náttúrulega fyrst og fremst einstaklingar sem eru að nota í æð. Því að við erum náttúrulega nálaskipta þjónusta. Hvort hópurinn hefur breyst, það kannski svolítið erfitt að segja það út frá þessu verkefni. Hins vegar fyrst með maður heyra það frá fólkinu sjálfu að það eru notendur eru að yngjast, hópurinn er að yngjast. Sjáu þið aukningu? Við erum náttúrulega sinnum bara 18 ára og eldri. Þannig að hjá okkur ég get ekki endilega sagt að það veri orðinin sérstaklega aukningi yngri hópnum, en það hefur síðustu 2 ár hefur verið svipaðu fjöldi 600 manns sem hafa leitað til okkar ári. Sumir koma kannski bara einu sinni, sumir koma, þið veitir, rosalega mikið. Já, eru einstaklingar sem eru þá að nýta sér þetta alveg bara reglulega, þetta er bara hluti af þeirra prógrami. Já, algjörlega. Og það oft, við sinnum líka fólki á daginn og erum þá kannski að fylgja eftir málum sem kom upp á kvöldin og svo eru líka bara kannski tímabil þar sem fólk í ákveðinni krísu. Þetta ofta einstaklingar sem falla svolítið á milli kerfa. Unga fólkið og konur hópurinn sem við höfum reynt að einblína svolítið á. Hvernig er kynjahlutfallið? Það eru, núna síðustu 2 ár hefur verið 30% konur sem koma í bílinn. En þjóðerni? Það er næstum því bara Íslendingar. Það er 1 og 1. En það þau yfirleitt einhverjir sem hafa búið hérna lengi, en þeir eru fáir. En hvað, en ef að ég kem til ykkar og ég er farin að kynnast ykkur og ég er farin að skynja hana eitthvað tengsl og því þið eru það náttúrulega hana sem svona óháðir aðilar því að manneskja í neyslu er oft búin að smita og splundra fjölskyldum, allir komnum upp í kok, og
og svo einhvern veginn allt í einu get ég átt samskipti við ykkur og þið eru svona hlutlaus, þið eru ótengd mér beint persónulega og getið þar leiðandi sýnt mér kærleik og kannski bara í því að vilja tengjast mér sko. Og svo þegar að fyrir að myndast þarna eitthvað traust og ég kem til ykkar og ég hef áhuga á því að komast í bara frekari úrræði sem snýra því að láta renna af mér, trappa mig niður að hvernig sem það er. Hvernig snúið ykkur í svoleiðismálum? Við reynum bara að aðstoða fólk eftir því sem að við getum, en kannski að því sögðu og þá er ekkert frábært úrval af meðferðarúrræðum til staðar. En getið þið og hafið þið eitthvað svona milligöngu? Sko við höfum milligöngu vissulega, en við höfum engin áhrif beint. Nei, það höfum við ekki og við getum auðvitað hringt bara eins og hver annar inn á Vog og sagt hérna hann, þú veist, Jón er að koma og hérna við höfum mikla ágjur af honum og auðvitað hlustað á það en það er engin forgangur eða neitt svoleiði sem við höfum sko. Og kannski líka rétt að taka það fram að við virkum líka sem þannig aðila, þú veist, oft er fólk kannski að fara í meðferð fyrir einhvern annan en sjálfan sig að þá kannski ámaður það samtal líka, skilurðu þetta sem hlutlausi aðilinn og ef fólk er óskar eftir því að síðan fá aðstoð við að komast og muna eftir því að mæta réttum tíma og fá far og eitthvað svona að þá liðsynni við þeim að sjálfsögðu með það. En eru þau ekki að skynja mikilvægi þess fyrir þennan hóp að það sé tengsl? Jú. Er það ekki? Algjörlega og þau eru náttúrulega bara og eitthvað svona bara mannesku virðing. Jú og ég held líka sko ég svo orða þetta mjög vel bara, þú veist, við sem hópur erum svo vön því að kerfið þú veist þúlir okkur ekki. Nei. Og þó það sé eitthvað eitt og eitt vinalegt andlitin á milli að þá er þetta okkar líf bara og lífsreynsla að hérna kerfið er á mót okkur og kerfið þúlir okkur ekki. Já, og líka bara, og fólk bara út á götu, bara allir. Fólki finnst óþægilegt að horfa upp á mannesku í þessari aðstöðu, sko. Já. Algjörlega, og ég held að það sé svo mikilvægt og það er líka það sem við reynum að ná fram, sko, þannig inn í bílnum, það er bara þetta hlutlausa umhverfi. Já. Það er bara svona einhvern veginn rólegt og dempað og fólk getur tjáð sig ef það vill, þú þarft ekki að tjá þig og þú vilt það ekki, skilurðu, og það er enginn sem er einhvern veginn að hafa skoðun að þessi þú ert að segja, þú getur bara að tala. Og er fólk að opna sig hérna inni og kannski á einhvern annan hátt eða myndi gera svona annars? Já, mjög mikið, margir, mjög mikið. Já. Og og ég held að það sé líka, það er svolítið svona sem þau segja, sko, að þeim þykir mikilvægt, bara geta talað á þess að sé einhver skilur að dæma þig eða hafa skoðun á því eða segja þér hvað þú átt að gera öðruvísi. Já. Því í þessum samskiptum er engin sársauki í fortíð, sko, út frá tengslum. Nei. Einmitt. Já, heyrðu já, svo langar mér bara, veist, svona, til að ljúka kannski þessu, að minnast á að svo er annað úrræði og það er eitthvað sem við ætlum að taka fyrir í næsta þætti, það er sem sagt úrræði sem ber heitið Ylja, ekki rétt, sem fellur þá undir sama hatt, það er sem sagt Rauði krossinn líka, það ekki, sem að Jú. Og það er, við ætlum kannski ekki að fara eitthvað ofdjúpt í það, en við ætlum að fara í það í næsta þætti, en það ertu með í rauninni bara neyslurými. Það ertu með neyslurými og Ylja er sko tilkomin þannig að hérna það voru samþykkt lög eða reglugerð þess efnis að neyslurými yrði heimilað, en það þarf að vera sveitafélag sem sækjur eða sem sagt fær leyfið og Reykjavíkurborg sótt þetta leyfi, var eina sveitafélagið sem gerði það og hérna fól sem sagt Rauða kross Íslands að reka þetta til 1 árs í tilraunaskyni. Ok, og það er þá bara nýtil? Það er bara nýtil komið og ég þetta var svo sem bara allt svona í vinnslu þegar ég byrjaði þarna hjá Rauða krossinum og þá erum við bara 2 í Frú Ragnheiði, við Hafrún, samstarfskona mín. Já. En síðan sem sagt fer þetta allt í gegn og svo byrja þær þarna 2 sem starfa þá í neyslurýminu áramótin og síðan er von á 5. starfsmanninum í teymið sem er þá viðbútt í Ylju núna í haust, þannig að á einu ári þá höfum við farið úr 2 í 5 starfsmenn. Ok, spennandi. Já, það er mjög svona spennandi og líka bara hvað verður. Algjörlega. Þannig að það er svona alls konar framöndan. Já, einmitt. Spennandi að sjá hvað verður kemur úr þessari tilraun. Algjörlega. Upp á þá líka bara að færa þetta úrræði þá líka bara norður kannski eða
Já, og kannski líka bara, þú veist, að því þetta er náttúrulega bara í bíl, Já, að það verði varanlegra og það er svona, hvað maður segja, þróunin sem maður hefur verið að sjá sko, í löndunum í kring, já, einmitt. að þú veist, þetta er einhver vandi sem er til staðar og hann er ekki að fara og þetta er svolítið bara spurningin hvernig ætlum við að sinna þessum hópi eins og hann þarf og á rétt á. En eitt svona lokum, svona skaðaminnkun, er þetta skila árangri? Já. Við getum sem dæmi sko, það er margar rannsóknir sem sýna fram á það algjörlega og skaðaminnkun snýst náttúrulega líka bara mikið það að viðurkenna að það eru ekki allir sem geta eða vilja hægt að nota og kannski kemur það seinna, kannski ekki skilur en það er ekki okkar að taka afstöðu til þess. Nei, ég skil. Það sem að er svona kannski hægt að benda hvað skýrast á eins og hérlendis að það er fjöldin á lifrarbólgu C-smittum. Já, þið sjáu það náttúrulega bara, það er bara ákveðin tölfræði. Já, það var vorum bara að byrja það saman daginn að það var ég held að sé bara 2009 þegar verkefni fer af stað að þá fyrir við að sé breytingu og það er þarna held ég að 2 árum myndaskildum að þá getum við sýnt fram á það þar allavega að þetta er að bera árangur algjörlega. Þar sjáu þið það bara skýrt. Já. Já, Svavar, hvað segir þú? Ég er bara ótrúlega góður, bara... Hvernig finnst þér að, vissir þetta allt? Með frú Ragnheiði? Já. Ég náttúrulega kynntist þessu starfi á rosalega vondu staðum í lífi og já, ég vissi ekki, hversu langt það er komið í dag. Nei. En þetta er frábær þróun og mjög nauðsynlegt að hafa eitthvað svona í þessu samfélagi. Ég var að fara aðeins í svona þína sögu svona í grófum dráttum. Hver er hún? Sko, mín saga er náttúrulega bara ótrúlega lítið spennandi uppfull af umkunnaverðin tilraunir til að reyna að nota mér og öðrum á skaðleysi. Mér fannst þetta ógeðslega gaman fyrst. Ég kem frá yndislegri fjölskyldu og það er engir erfiðleikar eða neitt, þannig ég var mjög ofvirkur sem krakki og mér fannst bara fljótlega spennandi að allt sem var hættulegt var gaman og saman hvort að það var að horfa eitthvað að fyllibiti slást, skilur við, ég kem frá Vestmannaeyjum og það var mikið alkoholisma þar og en mér fannst þetta bara spennandi að vaka lengi og teika bíla og kasta snjóboltum í rúður á bílum og gáka það myndi brota. Þetta er svona spennufíkil. Já, eitthvað slags. Og þetta var spennandi og þetta opnaði augun á mér og einhvern veginn en svo... Hvað þá? Neysla? Já, neysla og allt í kring og það kynnist eldri krökkum sem voru í neyslu og mér fannst þetta bara útlega cool, sko, fyrst. Og einhvern veginn upplifði mig alltaf sem rosalega týndan einstakling, einhvern veginn var einhvern veginn aldrei eitthvað nóg sem ég gerði og fekk aldrei eina viðurkenningu fyrir eitthvað og ég fór bara að leita, skilur þú veist, og kynntist þarna hóp af krökkum sem voru öll að fikta við annað áfengi eða reykja ykkur að njóla, skilur og Þá bara sem unglingur? Já, bara mjög ungur þegar ég pröfaði þetta fyrst skipti og það var, já, en þú veist, alltaf einhvern veginn að reyna að fitta ykkur starf inn, alltaf einhvern veginn að reyna að finna einhvern veginn sjálf mig, alltaf einhvern veginn að leita af einhverju, þú veist hver ég er og hvað mér langar að gera með líf mitt, skilju. Og einhvern veginn sogast alltaf aftur inn í einhverja svona hópa sem eru að gera þess svona innan gæðsalapa spennandi hluti. Já, og þú veist, ég flytt ungur líka út frá foreldrum mínum, ég minni mig að hafa verið 17 ára, flytt bara suður Reykjavíkur frá Vestmannaeyjum og maður allt eftir, pabbi minn sagði, sko, hann sáðulegs að tenda sig í mér og sennilega, ég veit það ekki,
mjög líklega að ég myndi fara bara beint í ræsi þegar ég fari í suður. Hann sagði það bara mig, blákalt, sko. Ok. Og yndislegur maður og mér þykir rosa vænt hann. Varstu ekki sára að heyra þetta? Ég ætlaði samt einhvern veginn að sanna fyrir honum að það myndi ekki verða raunin. Hvernig tókst það? Það tókst ekki. Það tókst bara ekki. En hvað gerist eftir þú kemur til Reykjavíkur? Ég flyt til Reykjavíkur og bara með ekkert á milli handana og bý bara inn á sófum með okkur vinnu sem að gera ekkert alveg en að reykja hass og sófa fari í raun og verið dýfkaði bara, þú veist. Og ég fór bara að gera það með þeim og svo bara svona í gróðum dráttum, þú veist, eitt leiðir öðru og maður fer að prófa að blanda efni saman og svo verður þetta bara alltaf verri og verri þróun einhvern veginn, þú veist, svo fer maður að brjóta af sér og reyna að fjármagna þetta með alls konar glæpum, annarkot með því að selja eiturlyf eða Varstu ekki búin að vera í vinnu allt svo fram á því? Þetta náttúrulega bara hálfpartinn full vinna, sko. Já, ég að segja að þú varst ekki svona hluti af einhverju svona virku samfélagi eða svona borga skatta og... Sko, ég hef aldrei kunnað á það apparat en en þú veist, ég hef alveg prófað marga vinnustæði og reynt ýmislegt fyrir mér og hefur rosa viðtaka reynslu í að vinna alls konar störf. Aldrei stoppað mjög lengi. Nei. Og ég var alltaf einhvern veginn að leita að því, þú veist, hver ég er í raun og veru. Og einhvern veginn eins og bara hefur verið skýrt út fyrir fólki sem kynnir sér það og leita sér aðstofar hjá fagaðilum að þá er þetta og eins og stendur bara í A-bókinni og fleiri stöðum, þú veist, þetta er óútreiknilegt afl sem að er sterkara heldur en allar tilfinningar í heiminum og allar, þú veist, móður ástin á að vera talin vera sterkasta tilfinning í heimi. Þessi fíkn, hún tætir hana í morgunmat. Já, en hver er munurinn á, því, þú veist, nú er ekki allir fíklar eða manneskju með fíkni vanda og alkoholistar sem að fara svo yfir í það að stinga nál í líkamann sinn, hvort sem handleggir eða háls eða lappir eða hvernig sem það er. Hvað er það, hvenær gerist það og er þetta, var þetta fyrir þig svona einhver stór þröskuldur að fara úr því að annarkvort að reykja eða sjúga inni eða er yfir í það actually bara injecta því skilvirt inn í æðarnar á þér? Sko, ég var alltaf með rosalega nálafóbíu bara sem krakki. Ég var logandi hræddur við, þú veist, tannlækna, þú veist, þeir voru með einhverja sprautur og þú veist, ég var hræddari við þetta heldur en sko kona með köngulófóbíu, sko. Skilur, ég bara æfti og gargaði ef að einhver kom með þetta nálægt með. Já. Svo er bara eitthvað sem gerist, þú veist, innan með mér, þú veist, ég er búinn að vera lengi í alls konar rugli og það kemur bara upp þetta fuck it mót einhvern tímann, þú veist, ég er í partí og það er bara, er verið að gera þetta bara út allt og ég segi bara, þú veist, já takk, skilur. Þú veist, bara, gefur mér eitthvað af þessu líka og En þá sömu efni kannski að þú hefur verið að nota áður en það er bara tekið inn í öðru formi. Já. En hver er munurinn á því að taka það inn í æð og svona fyrir þau sem ekki vita eða þá í nef eða éta? Sko... Er þetta eitthvað skilvirkar á eitthvað hátt eða? Já, þetta virkar náttúrulega miklu betur og er einhvern veginn, þú veist, þú veist náttúrulega að dæla svo beint inn í blóðu þær og þú veist, það er lengri leið fyrir efnin að fara inn í líkamann þegar þú ert að nota í gegnum nef eða munn eða skilur við hvernig sem er. Þú veist, og þú fannst það bara alveg strax? Já. Þú veist, og fyrir þetta snerist líf mitt algjörlega bara einhvern veginn fyrir þetta rass, skilur við, sem að þessi neysla varð af og Hvað gerist þarna? Hvernig þróast, fer þetta einhverjar svona aðra leiðir við að breyta
neyslu aðferðir eða, veist, Hversu eru breyting? veist, hvernig þróast þetta svo út frá þessu, þetta er svona einhver ákveðin svona þröskuldur, veist, sem að maður fer yfir þegar þú ert farin að dæla þeim í þig. Já. Hvernig breytist í rauninni lífið þitt og Við fórum gagga þessu, þau er náttúrulega bara að brenglast og breytast með þessu og einhvern veginn, þú veist, þetta ég kalli oft svona fight or flight mode, sko, og svona, eða fuck it syndrom, sem að á sér stað, þú veist, í lífi fylgils sem að er komin út í svona neyslu. Sjálfstöðningin er náttúrulega bara ónýtt, sko, og saman hvað það heitir, gagga sjálfur, þú veist, það er bara, það er ekkert, þú veist, verra heldur en þú í á þessari jarðkringlunni einhvern veginn. Og þeir eru bara skít sama einhvern veginn. Þú veist, ég kann bara ekki alveg betur að orða það, skilur. Það er bara, þú veist, þetta verður bara algjört bara fuck it mode, skilur, sem þú fer í. Og mér svona, þú veist, eins og ég var í neyslu, skilur, mér var alveg sama, þú veist, hvað myndi gerast, eða hvað ég þurfti að gera til þess að koma mér undir áhrif. Og En hvernig var það er hann að koma með aftur hérna niður á, sko, hvernig voru þá svona síðustu árin, eða við getum talað þessum árið, ég meina þessi hluti er alltaf gerast orðslega hratt og eru fljótir að taka bara alveg og ríjað inn á beini, sko. En hvernig voru svona þessi síðustu ár, það sem að, þú ert bara komin bara í eitthvað algjört panik og hvernig var dagurinn þinn og svo svona undir að síðasta og hvenar og hvernig kynntustu þá þessu úrræði frú Ragnheiði? Dagarnir voru náttúrulega, þú veist, eins og ég sagði, þú veist, límið snerist bara að nota og ég var alveg saman hvað ég þurfti að gera til þess að komast undir áhrif. Þannig var bara dagurinn. Þú veist, það var, þú veist, ég var ekki að spá í kynlífi, ég var ekki að spá í sætum konum þó að vera að labba, þú veist, við hliðina á mér eða fram með mér eða whatever. Þú veist, ég var ekki að spá í, börn, ég var ekkert að pæla í þeim. Ég hugsaði stundum til þeirra, en ég var ekkert, þú veist, það var bara eitt sem kom stað í hausnum á mér einhvern veginn. Það var að nota og hvernig gæti ég komast undir áhrif. Það var ekkert annað sem var þarna inn í hausnum á mér. Og ég er sem sagt, ég komst að því að það var hægt að vera hann inn á gistiskýluninu í bæ og inn á Lindagötu. Þú sérst orðin alveg heimilislaus? Já. Var búinn að fekk úthlutað félagslega íbúð í Breiðholti sem var fókald bara á mjög stuttum tíma. Og mjög fína íbúð og en eins og sagði hann, þú veist, neyslan, hún náttúrulega tætir ekki bara fjölskyldunum eina, heldur íbúðina eina og bílinn og allt sem þið ekki kært í lífinu, það er bara þannig. Og ég sett enda á götunu og kynnist gistiskýlinu og fer þangað og þar var bara fólk eins og ég að nota og svona fyrst til að byrja með, þá fannst mér þetta snilldar úrræði, þú veist, ég gat verið að ég þurfti ekki að borga leigu, peningarnir mínu gátu farið bara í dóp og Hvað færðu þarna inn á gistiskýli og hvenær kemstu inn á daginn, hvernig er það prógram? Því ég sé þessa stráka að bara bíða aftur utan okkur ákveðnum tímum. Já. Hvernig virkar þetta? Sko, ég man ekki alveg nákvæmlega hvernig opnunartíminn þarna var en við minnum þetta hafa verið þannig að þú fara þarna inn klukkan 4 eða 5 á daginn. Já. Og það passa með við það sem ég sé, sko. Já. Og þeir eru sleppt út á morgnana eða úr rekin út í raun og veru á morgnana klukkan 10. Ok. Og þá bara byrja dagurinn. Ok. Og En þú fær semst að vera þarna inni þá frá 4-5? Já, þetta var þannig. Ég veit ekki, þessu var breytt núna í COVID-inu. Þetta var opið alltaf sólarhringinn. Það er frá 5 til 10 opið, bæði út á Granda og Lindagötunni. En síðan ef einstaklingur er veikir þá geta fengið að vera inni við daginn. Og er matur í boði? Það er, já, menn ég var þarna, þá var allavega 1 matarpakki á dag. Já. Þú gast fengið eitthvað morgumat, minni mig. Já. Áður en fórst út. En
hérna, þú veist, í Ísraeli neyslu þá maður náttúrulega eins og ég var í, þú veist, ég var ekki mennilega matalist, þú veist, á þessum tíma. Má ég spyrja, og þú ræður hvort þú svarar ekki, hvað efni varst að nota? Ég var að nota rítalinn og kókain. Já. Það bara, það var bara þín bara höfuð efni. Já. Já. Og bara allt sem að hérna, kom mér í breytt ástand. Já. Veist, en þetta voru svona aðalefnin, aðalega rítalinn. En af hverju velur þessi efni, þetta eru örrandi efni þá kontra svona ópjóta? Sko, þetta eitthvað svona skipt eftir fólki eða? Eru sumir sem eru meira í ópjótum og aðrir sem eru meira í örrandi efnum? já, ég bara, þú veist, ég var að prófa ópíða og morfínefni en ég einhvern veginn bara fíla það ekki. Nei, Og þetta er bara eins og sumir drekka bjór, sumir fá sér Pepsi, sumir fá sér BMF. Þú veist, þetta er bara, þú veist, ég fílaði þetta og þetta svona þetta hark sem var í gangi alltaf, þú veist, að redda og græða og gera, þú veist, maður þurfti alltaf eitthvað að bústa þess að keyra sig áfram alltaf þetta var bara að koma út í svolítið svítaning, skilur. Þú veist, ég var alltaf að reyna að bústa upp eitthvað til þess að geta gert eitthvað, þú veist, saman hvort að það var í formi innbrota eða bara keyra daginn áfram og svo bara liðu dagarnir og vikur og maður stundur sofnaði ekkert og stundur datt maður út bara hér og þar og hérna, en á gistiskýlinu þar hérna færðu rúm og hérna hvað ætlaði að segja, þú veist, ég var á einhverjum félagabótum á meðan ég var þarna og venjulega félagabætur hjá einstakling eru bara rosalega fljótar að hverfa í neyslu. Það er ekki bara einhverju nokkri dagar? Það er bara max 2-3 dagar og svo er þetta bara hark út mánuð. Bara þjófnaðir og... Já, hérna saman hvort að sé í form þess að stela reiðhjólum eða koma þeim í verð eða hvað það er. Það er bara skiptir engu máli hvað það er. Þú veist, ef þú getur einhvern veginn græða efni þá er það að nota. Og hérna ég fekk nýlega sendar myndir af mér frá þessum tíma og ég bara, þú veist, ég tekti ekki sjálf mig á þessum myndum, sko. Nei. Og þetta... Hvað er þetta langt síðan? Sko, ég fór inn í meðferð 15. nóvember 2019 eftir sirka rétt rúmlega 2 ára törn að ég held, þú veist, ég man það mjög óljóst. 2 ára útilegu? Já, í raun og veru, það er rúmlega það. Og en hvernig varðandi frúna? Já. Hvernig varst þú að nýta þér þetta úrræði? Sko... Og hvernig varst það að upplifa þetta? Manni vantaði náttúrulega alltaf hreina búnað og hérna, þú veist, ég kynntist frá Ragni, þú veist, á gistiskýlinu það var gamall kunningi sem að, þetta er bara neyslufélagi, þú veist, sem að var þarna á sama stað og ég og hann benti mér á, hörru, bíllinn er úti og hérna, ég alveg, hvað bíll? Bókabíllinn? Ég alveg, hvað, ertu ekki að geða ykkur að? Hérna, já, dríðu, farðu út og fáðu kókumjólk, þú getur farið út og fengið kókumjólk, það er ekki sjón að sjá þig, þú ert fölur í framann. Og hérna, sagði hann og hérna, ég alveg bara, hvað ruglir í gangi, þið vill ekki hafa kókumjólk. Og hérna, þannig byrjaði þetta og ég hérna kíkti á þetta og fór með honum og ég alveg bara, hvað er í gangi hérna? Allt í einu bara eitthvað bíll hérna fyrir utan með rauðum kross utan á og kallar sig frú Ragnheiður að gefa kókumjólk. Og hérna, mér finnst þetta ógeðslega, ég afsækja orðbæði, mér finnst þetta bara ofsalega yndislega að kynnast þessu fyrirtæki. Á meðan ég var á gistiskýlinu að þá baði ég fórstöðumenn gistiskýlisins að redda mér inn í meðferð. Já. Ítrekað. Við áðum rosa margt að þakka, en það mér persónulega finnst vanta rosa mikið upp á það að það sé betur haldið upp utan þá sem eru þar. Hvað meinar það með því? Sko, mér persónulega finnst
þó að sé alveg gott að gistiskýli sé til staðar, að þú getur komist þangað inn og fengið rúm og sofið yfir nóttina ef því að skipta. Mér finnst einhvern veginn, vera, að 2022 mér finnst betur geta haldið utan þá sem eru að, í mjög víðtæku samhengi. Ertu að meina að það sé þá kannski meiri möguleikar fyrir þá sem að vilja sækja sér hjálpar? Já, jafnvel. Mér finnst það bara ekki í lagi, að manneskja sem búin að vera þarna í 1, 2, 3 ár sé orðin andlega búin á því, tala við fóstufólk staðsins og gistiskýlífsins og biður í örvæntingu að fá komast inn í meðferð og því ekki fylgt eftir. Nei. Það er ekki það var allavega mín upplifun af þessu stað og En krefst það ekki, nú spyr ég kannski þig, krefst það ekki svona, hvað ég að segja, svona annarar greinar á bólinn sem skaðamengunin er? Þarftu ekki að vera með einhver knapp þar? Jú og nei. Sko, borgin hefur gert mjög mikið síðastliðin ár og ég veit ekki hvort vortímið var byrjað. Jú, það var byrjað. Ég get eitthvað tíma borga verður eitthvað svona. Og þau eru, þau sinna allavega einhverju leyti, ég veit ekki alveg hversu miklu einstaklingum sem eru í skýlunum og þetta er náttúrulega neyðarskýli og eins og Svavar segir, það að fólk skuli vera þarna ár eftir ár, það er galið, að fólk skuli búa þarna, innan gæsalappa, það er galið. Nú kem ég úr spítalahumhverfinu og ég fikk áfall þegar ég fór þarna fyrst hvað ég þekkti marga og hvað er margir bara sem útskrifast á spítalanum niður í skýli. Skiljiði, að þetta eru of veik til að vera ráðandungöturnar en þau hafa engan samastað og þetta finnst mér vera svona mjög umhugsunarvert en það sem ég held að sé líka einn af ástafanum fyrir þessu er svo að þetta er alltaf svo aðskilið félagslegu vandamálin og heilsufarsvandamálin en þetta er hópur sem er náttúrulega bara með óslega miklar og flóknar þarfir, þjónustu þarfir og það þarf miklu meira að samtvinna þessa tvo þætti til þess að geta stutt við einstaklinga, skilur, þú átt að fara í einhverja, segjum bara flókna heilbrigðismeðferð, þú þarft að hafa örugt húsnæði líka og þú þarft að fá aðstoð við fjárhaginn, þú þarft að geta keypt þér að borða. Koma þar ekki svona áfangaheimili inn í og svoleiðis? Þá þarfst að vera edrú. Já, ég er að segja það, einmitt. En það er sko, borgin er líka komin með þetta housing first dæmi. Já. En ég held að sé bara þú veist, það vantar svo miklu meira. Fólk í neyslu í eitthvað svona búsetu. Já, þú getur fengið íbúð á þess að sé þessi skilyrðislausa krafa edrúmennsku. Skilurðu, þú getur, þó þú sért að nota þá getur þú samt fengið stað til að búa bara til að ná áttum. Og það sem allavega þeir sem ég hef spurt þau segja, skilurðu, sem reyna að hætta að taka bakslög og svona, en sko bakslögin verður ekki svona löng, því þú getur farið í örugt skjól og bara náð áttum eða verið bara örugur. Áður við heldum áfram, hvað eru við að tala um stóran hópa fólki? Nú nefnir þetta gistiskýlið, hvað eru við að tala um? Hvað eru margir sem gista þar á nóttu og hver er áætlaður fjöldi af fólki á Íslandi eða Reykjavík sem er í virkri sprautuneyslu? Sko, ég held að samkvæmt tölum mest frá SÁA þá eru 700 mann sem er að nota í æð á Íslandi sem við talaðum, já. Ég held að tölunar frá borginni segja að sé 350 manns sem eru heimilislausir. Já. En síðan sko að því við höfum rekist á þetta, við höfum reynt að halda svona utanum þetta með skráningu í frúnni. En þetta er samt svo mikið skilgreiningar atriði líka því eins og Svavar segir, þú býrð á sófanum hjá okkurum, ertu þá heimilislaus? Það er svolítið, fattaru, þannig en þetta er allavega tölunar sem eru gefnar upp og þetta er gríðarlegu fjöldi. En hvað er pláss fyrir marga eins og innir á Lindagötu? Ég veit það ekki, en við erum með Lindagötun og Grandan og svo er konukot fyrir konunnar. Grandin eitthvað, eru það gámarnir eða skúrarnir? Nei, það er bara eins gistiskýli en það var opnað, hugmyndin var að það væri sko fyrir yngri kallmenn. En svolítið riðlegast þetta allt svolítið í COVID-inu.
þetta var hugsað sem sko neyðarskýli fyrir þá sem voru að nota meir í æð og væri svona í aggressívari neyslu. Innan gæsalappa gömlu kallarnir sem voru bara í bjór og áfengi og svona, þeir áttu að vera upp á Lindagötu. Það var, ég heyrði það þannig að það ætti að hafa það þannig. En já, eins og hún segir, í COVID-inu þá náttúrulega þetta bara mixed up og svo líka bara ef annar staðurinn fullur þá þarf þetta að leita á hinn staðinn og kolli eða bara eitthvað annað. En hver var það, ég meina, hvaða viðmóti, þú segist það var mætt ákveðinu viðmóti inn á gistiskýli og þú segir að þér kannski finnist persónulega að þér hefði verið veitt kannski einhvers konar betri hjálparhönd. Já, sko, ég fann ekki fyrir því að það væri eitthvað hjálp í það. Ég raun og verið, sko, mín upplifun af þessu, ég er ekki að segja þetta út á annars það er rosa gott að þetta sé til, að þú getur haft svona neyðar skýli til að þú veist, geta leita til. Já. En hvað varst að upplifa annað á öðrum stöðum? Hvað varst að upplifa til dæmis í Frú Ragnheiði þegar þú kemur þangað inn? Sko, ég mæti rosalega næs viðmóti og þú veist, ég fann fyrir því, þú veist, að ég var ekki dæmdur, ég fann fyrir því að ég var bara svona eins og bróðir að þegar ég, þú veist, mér fannst eins og, eða fattar mig, þetta var útlega skrítið. Það var fólk sér næs við þig? Já, mér fannst ég ekki keyra á vegg eftir vegg, skilur, og mér fannst ég ekki vera svona, mér fannst ég vera velkomin, þú veist, í stæðan fyrir að vera, þú veist, eins og allstæðar í þjóðfræðinu, þú veist, alveg sama, þú veist, já, mér svo bannaður að koma inn á Mónakó, skilur. Já, það segir ýmislegt þig. Já, okay. Og hvað gerir það fyrir mann í þinni stöðu með, sko, brotna sjálfsmynd og sjálfsvirðingu að koma í aðstæður eða tengsl við manneskjur og það sem þið finnst og finnur að þú sért velkomin? Sko, mér fannst þetta bara eins og ég sagði, þú veist, rosalega næs að koma inn í bílni á Frú Ragnheiði og fá alla þá aðstöð sem að ég fekk frá þeim. Ég hafði orðað í eitt skipti við verkefnastýri Frú Ragnheiðar sem er forverðina Svala, hvað heitir ekki, Svala Jóhannesdóttir, ég held með Svala Björgvinsdóttir, einhverju leita vegna, ég veit það ekki, en allavega þá þú veist, ég baði hann að aðstofa mig að komast inn í meðferð. Nokkur dögum seinna þá þarna er ég farin af gistiskýlinu og búinn að fá ég fekk bara nóg af því að vera þarna og að þegar ég upplifði þetta bara sem geymslu. Ég fekk enga aðstóð nema þú veist, ég gæti fengið að koma ánga, svo samt svaf ég aldrei að því ég var alltaf vakandi, eitthvað snöpp í geðugurinn og öllu klóstónum að það. En já, ég allavega að tala það við hana að mér langaði að komast inn í meðferð og ástæðan fyrir því að mig langaði til þess að komast inn í meðferð var ekki út af því að líf mitt var komið í steik. Það var ekki út af því að ég var orðinn heimilislaus, það var ekki út af því að ég var orðinn tannlaus, það var ekki út af því að ég var alveg kortur í að deyja. Það var þegar ég á börn sem að mér langaði til að vera pabbi aftur. Þú veist, mér langaði að endurheimta til gamla líf mitt sem að ég lifði einu sinni. Kom það bara yfir þig allt í einu? Því þú sagðir áðan, sko, þú hugsaði til barnanna þína. Já. En allt fekk að víkja, sko. Ferðu á einhverjum tímapunkti að komast inn í svona einhverja samvisku eða? Já og nei, þú veist, ég var náttúrulega tjaldið mitt var staðsett þarna upp í Breiðholti. Þú sést varst í tjaldi? Já, já, ég fór út af gistiskýlinu, fekk tjald hjá Frú Ragnheiði og alls konar dót, föt, lífföt og var með tjald bara inn í einhverju runna beint fyrir aftan bensínstöðinni í Breiðholti. Þannig upp við fellin? Já. Já. Þannig heljan og skógur þar? Já. Og var þar í mjög langan tíma og alveg merkilegt að ég skulle hafa fengið frið í þetta langa tíma þarna. Kannski sökum að ástæðans, ég veit ekki, það var ekki að koma nálægt. En
ég tala stundum þetta inn á affundum að hérna bara svona sem upprifin fyrir mig, þú veist, að minna mig á hvernig það var. Spranga þetta á okkur greinum, þú veist, að í geðrofi, eftir geðrofi, að býða eftir að geta veitt annarkvæmt einhvern sem var á leiðinni eða skóabinni sem ekki sem til á Íslandi. Segir svolítið mikið ástand sem ég var í. En sem sagt, á þessari stundu, þú veist, mánuðum og vikum og árum sem ég var þarna, að þá, eins og sagðan, þú veist, ég var ofta að hugsa til barnanum minna og hérna, mér var sárt, þú veist, að búa þarna í Neðrabröldi. Og ég var innan seilingar þarna við, eða hluti af þeim býr. Það nánast horti þarna yfir til þeirra bara nánast. Já. Og ég var svona, staðsetningunum tjaldum var svona mitt á milli dílisins og barnanum minna. Og þú hittir þau ekkert á þessum tímapunkti? Nei. Vissu þau að þeirra þarna? Nei. Og hérna, þess að, og frú Ragnheiður að koma þarna í tíma og tíminn og oftar náttúrulega að því ég bað þau það. En ég veit ekki, það allavega í vestu veðrunum þarna, þetta var mjög vindasamt ár þarna 2019 og frekar harður vetur að vera þarna 2019 eða 2020, ég bara hreinlega maður það ekki. Að hérna, og svo væntu það eftir ég varð edrú að þau, hérna, og frú Ragnheiður voru að tala þú veist, við vorum ofta að hugsa til, við komum þarna og þú varst ekki þarna. Við vorum alltaf að spá í því, er hann lifandi, er hann dáinn? Og hérna, fyrir mig eftir að heyra þetta, mér þykir rosalega vænt þetta starf. Að það var eitthvað raunverulega að spá í því hvort að ég var lifandi eða ekki. Ég var ekkert að spá í því, en þau voru að spá í þessu. En það sýnir svolítið, þú veist, hvar þetta fyrirtæki er með hjartað, skilur. Það er að mæta fólki þar sem það er, þegar þau hringja, þau geta hringt í síma. Maður reyndar ekkert símanúmerið eða kannski hennar að auglýsa það ef það er þannig. En hérna, já, mæta er bara þar sem þú ert og þú getur bara fengið þá aðstoð sem þau bjóðu upp á hvar sem er. Þegar á bíl keyra á milli og hérna, að þegar oftar en ekki þá er fólk bara í rosalega vulnerable stöðu og jafnvel með sýkingar og er eftir með að reyfa sig og er eftir að komast milli staða sögum ástands. Og hérna, En þú er edrú? Ég er edrú og hérna, eins og ég sagði hann, þú veist, svara hún fór og ég man ekki hvort að hún hafi verið ein í því eða hvort að hún hafi fengið hjálp við þetta líka, eitthvað leyti. Allavega þá, hérna, er rosalega þakklátur fyrir þá hjálp sem ég fekk frá þeim að koma mér inn í meðferð á sín tíma. Ég gekk inn í meðferð 15. nóvember 2019 og er búinn að vera edrú síðan. Og hérna, það hlýtur á að teki við þarna einhver bara spítala innlögn. Ég meina það hlýtur á að teki tíma að koma niður af þessum efnum og ná heilsu aftur. Ég er ennþá að vinna það upp, sko. Það er ekkert eitthvað, þú veist, stoðkerfi og taugakerfi og þetta er allt bara í rugli, sko. Og hérna, þetta er líka engin smá átök á einn líkama, þú veist, og að hérna, að lifa og hrærast í þessu bústi sem maður var alltaf í, þú veist, í neyslunni og vera síðan, þú veist, út í öllum veðrum. Það er kraftaverk að ég sé á lífi. Ég er ofta að pæla í þessu, þú veist, ég er ofta að pæla í því, þú veist, ég veit ekki alveg hvað ég er að fara að segja, hérna, ég er ofta að pæla í þessu, bara, þú veist, öllu sem gerðist á þessum tíma og svo kemur þetta frú Ragnheiður inn í þetta dæmi einhvern veginn, þú veist, með þessa aðstoð til mín og fullt af öðru fólki líka, að hérna, hvað þetta er magna fyrirtæki að vera að vinna svona óvenjulegt starf einhvern veginn
þú veist, í þágu þeirra sem minnst mega sín í þjóðfélaginu. Já, í þágu þeirra sem bara flestir vilja bara helst vita það sem minnst af, sko. Akkurat. Já. Og þú veist, og ég vil bara minna það að það hafi orðið mig til lífs frekar en eitthvað annað og gert það að verkum að ég komst frekar af heldur en ekki að kynnast þessu fyrirtæki. Hvernig finnst þér að heyra þetta? Mér finnst það bara dásamlegt, sko. Og að því ég er alveg sammála Svavari. Ég var mjög það kom að segja, sló mig svona bara á skemmtilegan hátt. Allur þessi hópur af fólki sem stendur að þessu verkefni og þeir sem sko standa vaktina. Þetta er 100 manns og þetta er alls konar fólk með alls konar bakgrunn. En einhvern veginn vinna svo stórkostlegt starf. Það er bara magnað að kynnast þessu. Það er alveg magnað. En er þetta, þessi saga sem þú ert að lýsa hérna núna, er þetta algengt? Algengt. Er algengt að fólk, að manneskjur í þessari neyslu og að nota þessar aðferðir við að koma efnunum inn, koma inn á þenni stað sem þú ert búin að vera á og í þessari þjáningu, þessari vannæringu og í þessu sko bara króníska geðrofi, er algengt að fólk komist einhvern veginn út úr þessu og inn í ljósið, þó að það taki langan tíma einhvern veginn fyrir heilun að eiga sér stað, en þekkjurðu fleiri? Algjörlega. Ég á mikið af góðum vinum sem hafa verið í nákvæmlega sömu neyslu og ég og mikið verri neyslu en ég, sem eru edrú í dag og sem eru jafnvel líka ekki edrú í dag. Og ég bara reyna að vera sem minnst í samskiptum við fólki virkri neyslu en svona, þú veist, hveta áfram að reyna að gera eitthvað með sitt líf, þú veist. En til þess að komast sko á stað þar sem að þú ert í rauninni orðin sko meðferðarhæfur, þá þarf náttúrulega eitthvað að gerast innra með þér. Já, algjörlega. Veist, því það er einhvern veginn ekki nóg fyrir það að vilja það, veist, það þarf eitthvað annað að koma inn. Hvað er það? Í staðan fyrir neysluna? Já, ég meina, veist, það hlýtur að vera einhver uppgjöf, bara einhver algjört, það hlýtur að vera eitthvað krass sem verður til þess að þið takist að komast inn í ljósið. Því að, veist, ég lít á þessa stráka og það þarf enginn að segja mér að þessi gaurar svona upp til hópa vilji vera það sem þeir eru, sko. Alls ekki. Þetta er ekki eitthvað sem þú velu þér, sko. Þetta er ekki eitthvað sem ég vildi vera því að ég var yngri, sko. Nei, nákvæmlega. Þannig að það er eitthvað meira en bara löngun í að verða heilbrigður. Já. Og hvað er það sem kikkar inn þarna? Þetta er náttúrulega, sko, mikið vonleysi sem á sér stað þarna og þú veist, þegar þú ert í svona virkri neyslu. Ég held að það sé bara, þú veist... Bara þjáning. Já, þjáning og þessi örvending sem að verður einhvern veginn til staðar, þú veist, sem að vilja gera eitthvað annað og stærra með lífsitt heldur en að enda þarna. Það ég sá það bara raunverulega fyrir mér. Mér var, sko, þú veist, á þessum stað þegar ég var í þessu tjaldi að mér var í raun og veru alveg sama þó ég myndi fljúga, sko. Þú veist. Kom það aldrei, fórst aldrei þangað? Að, hvað? Að bara taka þetta í líf? Þú veist, ég var náttúrulega bara í þannig neyslu að þetta voru bara dauðaskammtar eftir dauðaskammtar. Og einhvern veginn komst maður einhvern veginn í gegnum þetta. En sko, já, ég allavega, þú veist, mér langaði að fara að gera eitthvað annað með líf mitt heldur en að enda þarna. Þarna var ég orðin einn, það vildi enginn verið í kringum mig, það vildi enginn í nær fjölskyldunni, þú veist, tala við mig í síma. Þú veist, sem að mér finnst reynda bara ótrúlega gott múf hjá þeim í dag. En á þessum tíma þá skildi ég það ekki alveg. Þau veit ekki hvað svona snilling þau eru að missa af og allt það sem ég myndi dramatík uppmáluð alveg bara fyrir allan peningin. Til þess að verja sjálft sig. Fyrir því að vera að horfa á sinn aðstand að vera hægt og rólega degi einn daginu. Og veist, ég get gert mér í hugarlund og það hvernig það er í dag. Já, vini og frændur og frængur sem er í neyslu og sem er rosalega sárt að horfa á.
ég get ekki ímyndað mér hvernig það væri, þú veist, nú á ég nokkuð börn líka, að ég get ekki ímyndað mér hvað ég, þú veist, þó ég viti hvað ég að gera til að díla við það, að þá, geti samt ekki gert mér í hugmyndu það ef þetta væri barnið mitt sem að væri að haga sér eins og ég væri búin að vera að haga mér, þú veist, þegar ég var hann. Það væri örugglega mjög vont að horfa á það. En svona lokum, ertu búin að ná að vinna inn eitthvað svona tröst tilbaka innan fjölskyldunar og í fólkinu og svona í kringu þig? Algjörlega. Þau hafa oft samband við mig og ég við þau og Og því samskiptu við börnin þá líka það? Já, miklu samskiptum. Og þú veist, á von á öðru barni núna í ágúst til dæmis og ég í sambúð með konu sem ekki alkoholisti og ekki sambúð, við búum við reyndar ekki saman en svona við erum fekur okkur þangað. Og hún kynnist þér edrú? Já, hún kynnist mér edrú og þetta var svolítið vandræðilegt að vera inn á áfangaheimili og svo kemur hún þarna og fer að kynnast mér og ég þarf að fara að útskýra fyrir henni sko, þú veist, að ég búið á áfangaheimili en þú veist, skrýtin hluti gerast og já, við fórum að hófum samvistir og skilur, byrjuðum saman og úr því var þessi óleita sem að kemur hún í ágúst. Það er hamingju með það. Takk fyrir það. Já. Þetta bara svo geggjað, þú veist, þetta líf einhvern veginn, þú veist, í dag, þú veist, hvernig það þú veist, eins og ég var að segja við hana fyrir þetta viðtala að fyrir hennar þátt að þetta í raun og veru bara einn stór bíómynd, sko. Já, það er svolítið þannig. Það er bara, mín upplifun þannig. Þetta er efni í góða bíómynd, sko. Þetta er svo ótrúlegt dæmi. Já. Já. En svo eins og á þessari stundu þegar ég í þessu tjaldi og þú veist, ég talaði með þetta einhvern veginn í færslu á netinu inn á Facebook mínum eða eitthvað að þegar eða hvort það var ekki bara í fréttablaðinu eða eitthvað þegar englarnir í myrkrinu komu á þessari stundu sem ég var á í mínu lífi þá var ég að tala frú Ragni í raun og veru já. Fólki sem var ekki drull. Já, fólki sem að hjálpaði mér upp úr þessu, raunverulega. Ok. Þá er ég með eina loka spurningu en handa þér. Áður en við förum í möguleg lokaorð og sponsora og eitthvað svoleiðis. Og það er finnst þér þú skulda einhverjum eitthvað? Og ef svo er, hvernig borgar maður eiginlega tilbaka? Það getur verið bara á margvíslega nátt, þú veist, þú getur borgað tilbaka með því að halda fram að gera góð hluti, þú veist, það fer eftir í hvað samhengið það er, sko. Númer 1 og 3 fyrir mig í dag er að vera edrú og vera til staðar og byggja upp það góða líf sem ég á í dag. Þú veist, ég fæ að mennta mig, ég fæ að vinna við það sem mér finnst gaman af og fæ umgang og spönnum mín eins mikið ég vil. Þú veist, mér vantar ekkert. Þú veist, til þess að borga tilbaka til fjölskyldunum mínu þá er það bara ótrúlega góð borgun að vera bara edrú. Þú veist, og vera til staðar. Þetta hlýtur að vera eitthvað sem tekur bara vinst með tíma. Já, algjörlega, þú veist, þetta hræðsla þeirra hverfur ekkert á einni nóttu. Nei, einmitt. Þó að ég seti tappan í flöskun og fari í meðferð í mánuð. Já. Að, þú veist. Og 2 ár, 3 ár, þetta er náttúrulega svo í samhenginu, þá er þetta svo stutt tími, sko. Algjörlega, þú veist, og ég gerir mér alveg grein fyrir því. En það er til dæmis í læknisvísindum að það taki
7 ár fyrir hverja einustu heilafrumu að endurnýja sig og þú veist, en það er ekki þar með sagt að ég verði einhver hvítflippið hérna eftir 7 ár sko, bara smellandi fingrum hérna í einhverju countrylagi sko. Nei. Það er bara ekki þannig. Nei, kannski í einhverju lagi, tökum púlsinn. Já, tjekkum á því. Einmitt. Yes. Þið með einhver, mér finnst þetta búið að vera frábært að fá okkur hérna sko. Ég er hérna bara klökkur að hlusta á okkur hérna. Þið með einhver svona loka orð? Er eitthvað sem að þú vilt segja? Það var eitt sem ég gleymd að segja á hann hérna að ég varst að spyrja hvernig það hefði þróast þarna starfið fyrir Ragnheiði. Ég náttúrulega það gerðist líka mjög stórt í vetur að hérna fyrir utan það við opnuðu neysluhjúminn að þá fórum við að dreifa naloxone nefnúðanum til notenda. Heimakostnaðarlausu. Eru þið þá að því eða er Ylja að því? Við erum að því og Ylja en það var sem sagt frú Ragnheiði verkefni fékk styrk og hérna bara frá einstaklingum sem vildu ekki láta nafn sín skiptið og svo vildu þau styrkja eitthvað sko sérstakann hlut eða hvað maður segja, sérstakann part af verkefninu og þá stungum við upp á þessu sko að þau vantaði pening fyrir því og fengum það, þannig að allavega þetta ár og þá erum við að hérna og það er frekar stórt. Það er mjög stórt, þetta er í fyrst skipti sem að bæði þessu dreift og það að sko að þau þurfi ekki að borga fyrir það því þetta er dýrt líka. Þetta er einmitt á handritinu hjá mér fyrir Ylju sko. Já. Ég ætlaði einmitt að fara í þetta sko. Já. Þú með eitthvað loka orðsvar? Bara ógeðslega þakkláttur fyrir þetta fyrirtæki, frú Ragnheiði og Rauða krossið eins og leggur sig. Þú veist, fyrir þetta fyrirtæki þá væri ég ekki hér. Nei, það er bara þannig. Og það er bara þannig. En við erum líka bara ótrúlega þakklátt fyrir bæði náttúrulega fólki sem leita til okkar og hérna og eins bara takk fyrir að koma og segja til að sögu. Ekkert mál. En það er samt svo dýrmætt. Já, einmitt. Herðu, ég ætla að leysa ykkur út með gjöfum hérna til smásund. Oh my god. Ég ætla að koma í stellingar. Ég ætla fyrst að ég lesi hérna nokkur orð frá sponsor, svo leysi ykkur út með gjöfum og svo höldum við út í nóttina. Og það er hérna fyrsta, það er kombucha. Við erum semst vanalega með þetta hérna alveg bara flæðir allt í kombucha en þetta var bara síðasta flaskan. Ég er að fá meira hérna morgun. Hefur afgerandi áhrif á þarmaflóruna og þar hefst taugakerfið, segja þær. Þarmaflóran eða kerfið er svo basically ónæmiskerfið, þannig að ef það er jafnvægi í þarmaflórunni þá er ónæmiskerfið að virka mun betur og svo hjálpar kombucha heilbrigðum gerlum í kviðnum. Og þvottahúsið elskar kombucha. Og svo er það gott CBD upp í Urriðaholtsstræti í Garðabæ. Núna er það upp í Urriðaholtsstræti 16 en þegar þessi þáttur kemur út einhvern tímann í júlí þá er þeir fluttir held ég upp í Urriðaholtsstræti 29 held ég. Það er verið að opna það risastóra búð 200 fermetra. Hún er semst opin milli 12 og 5 annars er það vefverslun. Og það er semst gott cbd.is, afsláttarkóðun er þvottahúsið og gefur 15% afslátt og ég ætla að minna á áskriftarleið sem er 20% afsláttur og frí heimsending, binding í 3 mánuði, alltaf hægt að bæta við eða breyta vörum, það er semst CBD oljur eða verkjakrem þá Dr. Kent og svo vill ég líka segja gott CBD fæst í Haghúsverslunum og apótekum allt land, lyfju meðal annars. Og já, þetta er Urriðaholtsstræti 24. Þar verður að finna mesta úrval CBD og hampvara á landinu. Ekkert white label drasl heldur alvöru vara úr heildrænni framleiðslu, lífrænt og vottað. Alright. Herðu, jeps, og ég ætla hérna að leysa ykkur út með þessum gjöfum hérna í boði gott CBD. Þetta er sem sagt, það er komið lúsmí sko. Þetta er sem sagt full spektrum CBD alhliða húðkrem en sérstaklega fyrir svona kláða eða eitthvað svona útbrot eða bruna eða mýstungur. Gekkja. Og þetta er gott stöf og þetta er að nýtast ykkur yfir í sumar. Svo langar mig að minna fólk á að subscribe á YouTube og aðra streymisveitur og þar með er minni rulli búið og bara takk Kristín og Svavar fyrir að koma hérna til okkar. Takk sem leiðis. Og hérna farðu varlega heim á þessu
skrimsli sem þú ert hérna á fyrir utan. Já, engar áhyggjur. Takk. Það lítur mér svona mjög hættulegt út. Þetta grínast að hlaupa Maður sér eitthvað svona fólk, maður er bara Þetta er eitthvað svona transformer hlaupa Já, já. bara eitthvað. Gekkið að fá okkur. Takk fyrir mig. Takk sömuleiðis. Takk sömuleiðis. Takk. Frá náttúrunni til þín. Gott CBD er einfaldlega betra.